Ég svolítið búinn að vera að pæla í hugtakinu Cinematic Universe, sem frekar nýlegt hugtak, eða nýlegt. Það hægt að fá rök fyrir því að hver einasta mynd sitt eigið Cinematic Universe, því hver einasta mynd sér það að byggja upp heiminn sem sagan í myndinni gerist í. Og einu undantekningar fyrir þessu eru þá myndir sem í staðan fyrir að byggja upp nýjan heim eru að stækka heim sem búið að byggja upp. Eins og til dæmis Empire Strikes Back ekki að byggja upp nýjan heim, heldur að stækka heiminn sem var byggður upp í New Hope. En það samt sería, Star Wars serían, 4, 5, 6, 1, 2, 3 og 7 eins og maður telur í Star Wars heiminum. En það sem ég meina þegar ég segi Cinematic Universe einu svona þróunin af því, eða svona einhvers konar supersería, sería af seríum. Og helsta dæmi þetta, allan sem ég þekki, Marvel Cinematic Universe. Heimurinn sem var byggður í fyrstu Iron Man myndinni, honum haldið áfram í Iron Man 2 og 3, það Iron Man 3-leikurinn. En honum líka haldið áfram í Thor og Thor 2 og svo kemur Thor 3 á næsta ári. Á þessu ári við komin 3-leikur Captain America. Allt þetta sami heimurinn. Avengers svo samansafna af öllum þessum og Guardians of the Galaxy þessu líka og þættir eins og Daredevil og Jessica Jones og Agents of S.H.I.E.L.D. Þetta allt hluti af Marvel Cinematic Universe sem var startað í fyrstu Iron Man myndinni og bara að stækka meira og meira og meira. Þetta eru allt seríur sem ég var að telja upp, en samt þetta líka hluti af einni stórri heild. Þannig eins og það svona supersería. Sería af seríum. Eiginlega annað dæmi sem ég dettur í hug sem gæti fyrir að væri Tolkien heimurinn, sem Lord of the Rings og Hobbit. Það eru 2 3-leikir sem enginn myndi telja þá sem enginn myndi telja þetta sem 1, 2, 3, 4, 5 og 6 eins og fólk gerir við Star Wars myndar. Enginn myndi kalla Fellowship of the Ring episode 4 í Tolkien heiminum. Nei, hún bara Lord of the Rings 1 og svo Lord of the Rings 2 og svo Lord of the Rings 3 og svo Hobbit 1 og svo Hobbit 2 og svo Hobbit 3. Og svo ef þeir gera eitthvað meira í þessum bíómynda heim, að þá verður það eitthvað nýtt númer 1 eða númer 4 af öðru af hinu. Þess Lord of the Rings 4, sagan af hvað Grima Wormtongue gerði, whatever. Allavega þá, það sem ég samt svolítið forvitin mér persónulega finnst, ég elska það að þetta sé allt tengt, sérstaklega eins og ég þvílíkur fan af Marvel heiminum. Ég elska það að þetta sé allt tengt og ég elska það að hinn og þessi karakterar koma í hinn og þessu. En ég get hann skilið að sumum myndi finnast það pirrandi vegna þess að myndirnar þá hætta svolítið að fókusa á sig sjálfa sem myndir og fara meira að vera hei, mann setti þessu úr þessari mynd. Var það ekki cool? Og ég fór að vita hvað ykkur finnst. Eins og til dæmis dæmi í Ant-Man myndinni. Ég veit ekki hversu margir búin að sjá hana. En þegar Falcon kemur, og þá þegar ég sé það, ég bara Falcon, fuck yes, hann awesome. En ég get vel ímyndað mér að margir aðrir sem sjá þetta horfa á þetta og segja hver í fjandanum með þetta? Já, þetta ekki Captain America gæinn í Captain America 2, hann með vængina sem gerði ekki neitt í lokafætinu. Einmitt. Hvað hann að gera hérna? Já, ok, það að fara að slást. Ok, skemmtileg þaðri. Mjög flott og ég samt að halda áfram með söguna. Einmitt. Ég gaf hann. Þið skiljið hvað ég meina. Hann ekki þarna sem hluti af Ant-Man myndinni, hann þarna sem hluti af Captain America 3 myndinni. Sem sagt allt önnur mynd. Hann þarna til þess að endirinn geti haft eitthvað svona to be continued moment yfir í næstu Marvel-mynd. Og það getur verið pirrandi þegar maður að horfa á þessa mynd þegar maður ekki að horfa á hina. Og ég hef sjálfur fundið fyrir því að þetta getur verið pirrandi. Sem dæmi akkurat í Hobbit. Fyrstu Hobbit-myndinni þegar Radagast kemur. Mér fannst það alltaf frekar svona sagan var bara að stoppa til að hleypa honum að. Og hann ekki hluta þessari sögu. Hann hluta nummer 2 og nummer 3, jú.
En í fyrstu myndinni, þegar maður sá hana, þá stoppaði myndina eins og sýndi þennan kjánulega galdrakall sem var alveg fyndinn, en sýndi hann og eitthvað kóngulær var að gera á svona, cool, kóngulær, sem kom svo ekkert meira í þessari mynd. Og svo kemur hann á einhverjum kanínum og tala við Gandalf og var hann við eitthvað ílskararliðinni sem við fáum ekki sjá fyrir í númer 2. Og svo fer hann og hann sagan bara svona svolítið stoppar. Og ég get verið ímynda mér að Falcon sé akkurat það fyrir mörgum öðrum. Hann er ekki það fyrir mér, því ég elskar Falcon. En mér er alveg saman með Radagast. Fokk Radagast.